Amen. Og við ætlum að fara núna í hugleiðslubæn og taka smá tíma í nærveru Guðs og í þessari hugleiðslubæn ætlum við að lýsa yfir þessari þrá okkar að dvelja í hans nærveru. Við biðja Guð að hjálpa okkur að dvelja meira í hans nærveru. Við ætlum að biðja Guð að setja orðið, logos, inn í hjarta okkar. Og við ætlum að biðja Guð að samstilla hjarta okkar og trú við sýnina sem hann hefur gefið okkur, við orðið hans og við það sem við erum að tala út. Þannig að verði þessi fókus sem Einar var að tala og þetta verði alveg skýrt. Og biðja Guð að hjálpa okkur að tala út í trú. Tala út í trú, það sem Guð hefur sett inn í hjarta okkar. Og síðan ætlum við bara að eiga svona hljóðastund þar sem við ætlum að sita bara í nærveru heila sanda. Amen. Amen. Já, þegar þú ert tilbúin þá máttu bara koma þér þægilega fyrir, hvort sem þú situr eða liggur. Og ég býði bara að draga djúpt inn andan og leyfa þér að bara loka augunum og slaka á þegar þú blæst frá. Og ég bið fyrir þessari stund, ég bara afhendi alla þá sem að hlusta inn í ljósið þitt, Guð. Og ég bara þakka þér fyrir, heilagur andi, að þú talar hér í kvöld, að þú ætlar að lækna hér í kvöld, að þú ætlar að endurstilla hjört okkar í kvöld, verði þinn vilji í Jesú heilaga nafni. Amen. Nú ætlum ég bara að fara með bæn sem að ég var að nefna áðan og líka það ef að kemur eitthvað upp í hjarta mér. Og fyrir þann sem hlustar þá getur þú gert þessa bæna þinni með því að annarkvort endurtaka hana upphátt eða endurtaka hana í hjartaðinu. Og ég bara bið að koma núna, heilagur andi. Ég vel að hlaupa til þín, Jesús, og ég vel að stilla hjarta mitt núna á þig. Og ég bara gef þér iðrun mína fyrir öll þau skipti sem ég stillti hjarta mitt á eitthvað annað en þig. Fyrirgefðu. Og ég þakka þér fyrir, Jesús, að þú hefur fyrirgefið mér. Og ég vel að trúa á þig, Jesús. Og ég játa það að þú ert minn leiðtogi og minn Guð. Og ég þakka þér fyrir að þú fyllir hjarta mitt núna, Jesús. Af þér, af ljósinu þínu, af orðinu þínu, af logos. Og ég þakka þér fyrir, Guð, að þú fyllir hjarta mitt, sál mína og líkama minn, huga minn, augun mín, af þinni lækningu. Að fyrir þínar benjar er ég algjörlega heil og heill. Og ég vel að koma fram fyrir þig, Jesús, fram fyrir krossinn. Og ég beygi mig undir þitt vald. Og ég afhendi þér líf mitt. Ég afhendi þér minn vilja, hjarta mitt, orðin mín og trú mína.
Og ég þakka þér fyrir að þú gefur mér þitt líf, þitt orð, þitt hjarta og þína trú. Og ég bið þig með einlæga þrá í hjartanu að stilla saman það sem í hjartanu, trúna, orðin mín, hugsanir og fókusu minn. Og ég vel að tala út í trú, þá sýn sem að þú, Guð, hefur sett inn í hjarta mitt. Og sú sýn segir lækning, heilbrigði, friður, eilíft líf, upprisu kraftur heilags anda, guðlegt gegnumbrot, gleði, kraftur heilags anda, allsnægtir, þakklæti og umfram allt skilyrðislaus kærleikur og skilyrðislaus elska Guðs. Og ég þakka þér fyrir, Jesús, að þú hefur stillt hjarta mitt og trú mína og orð mín og hugsanir mínar til samræmis við andan sem þú hefur gefið mér. Og ég vel að lifa í þínu ljósi, í þínu ríki og leita þín, Jesús, fyrst með allt. Nú ætlum við bara að dvelja í nærveru heilags anda í örfáar mínútur, hvort sem að þú vilt fara með litla bæn eða bara hlusta eða bara fókusa á Jesús. Það ætlum við bara að eiga hljóðastund í nærveru Guðs.
Mér langar til þess að bara biðja þig að opna hjarta þitt núna fyrir Jesú. Og ég finna að koma bara bæn frá heilugum anda. Heilar andir að segja það sem að Einar var að predika áðan að orðið er nálægt þér, það er í munni þínum, það er í hjarta þínu, það er í andanum þínum og þegar þú talar út orð Guðs þá kemur gegnumbrot og múrar brotna og keðjur slitna og það er það sem að Guð er að vinna núna í hjartanu þínu í Jesú nafni og það kemur svona aukin dirfska og kjarkur til þess að tala út í trú. Og það kemur aukin þrá og innri hvatning til þess að taka tíma í nærveru Guðs í þínu lífi og að eyða tíma einn með Guði. Þetta er mikilvægasta sem þú gerir. Þetta er mikilvægara en allt annað og þinn einkatími með heilugum anda þarf að vera númer 1, 2 og 3 á þínum lista yfir það sem að þú þarft að gera daglega. Og því meira sem þú gerir þetta, því stórkostlegri blessun kemur inn í lífið, því meiri kraftur, meiri lækning og heilbrigði og Guð vill bara eiga þennan tíma með þér einum eða einni. Hann elskar þig svo mikið, hann þráir að eiga þennan tíma með þér. Og það er svo oft sem við látum skarkala og storminn í efnisheiminum taka yfir allan okkar tíma en tíminn okkar með honum er dýrmætasti og mikilvægasti tím. Það er þá sem að vandamálin leysast, það er þá sem að myrkrið flýr burt, það er þá sem að hugafarið endurstillist og við fáum hugafar Krists og það er þá sem við getum komin með okkar vanlíðan, neikvæðu hugsanirnar, erfiðleikana, veikindin, rifrildin, ágreiningin, áföllin og við getum afhenda til hans. Og við dveljum í skjóli hins hæsta þar sem ekkert illt getur snert okkur eða skaða okkur í Jesú nafni. Ég sé bara svona sýn af Biblíunni og orðinu og þessari stórkostlegu visku og speki sem að Guð er að gefa okkur í gegnum orð sitt núna. Og ég finn líka að heilagur andi hann er að brjóta af svona, finn ekki íslenska orðið yfir að svona distractions eða svona truflanir, það sem að hafa verið að taka frá þér tíma, hvort sem það er samfélagsmiðlar eða scroll eða Netflix eða eitthvað svona iðja sem að hefur ekki verið að fóðra andana að gefa þér það sem að Guð vill gefa þér. Sem hefur verið að taka frá þér tímaði með Guði. Guð er að brjóta þetta að þér núna. Þetta losast af. Þessi tilhneiging til þess að dvelja í nærveru einhvers annars en Guðs er bara svona að brotna af þér núna. Og Guð er að fæða og setja eitthvað fallegt, stórkostlegt inn í hjartað. Svona von og væntingu að eitthvað stórkostlegt, eitthvað gott, eitthvað fallegt er að fara að gerast í þínu lífi. Í lífi þeirra sem þú elskar. Og Guð segir bíddu eftir því, væntu þess. Og þú veist ekki nákvæmlega hvað það er núna, en þegar það mun gerast, þá myndu vita að það var þetta og að það var Guð. Amen. Amen. Megum við bara opna augun hægt og rólega.